Suðurland FM í beinni frá Selfossi á 963. Þá ætlum við að halda áfram með það ágæta viðtal sem ég átti við hann Hreiðar Hermannsson hér áðan, rétt áður en að það sló öllu út hérna á Stór Árborgarsvæðinu. Hann komin aftur á línuna, heill og sæll. Blessaður. Jæja, eigum við halda áfram. Það ekki bara sjá hvað lifi lengi á þessu? Já, nákvæmlega. Herðu, ef við bara byrjum frá byrjun, að þá opnuðu við formlega Strækta hótel á Hellu í síðustu viku. Já. Og hvenær hófuði byggingu á þessu hóteli til dæmis? Já, það var svona fyrsta húseiningarna kom á staðinn 16. september á síðast ári. Og svo kom fyrstu gestir 17. júní í ár, sem sagt 9 mánuðum setna. Já, það ekkert annað. Og það var sem sagt Pegasus kvikmyndafélag sem að sáum það var brest kvikmyndafélag sem þeir voru með í þjónustu og þeir bjuggu hjá okkur, þannig að voru með ykkur 5 herbergja í eina viku. Já. Og síðan var þetta opnað svona ekki alveg full opið fyrir 1. júlí aftur og síðan búið að keyra það bara alveg á fullu Já, nákvæmlega. Þetta nú ekki langur tími sem fer í að byggja heilt hótel? Nei, það var með að við að þetta var svona svolítið að fingrum fram, það var ekki alveg klart en þó að konseptið var hugsaða svona allt öðru sem venjulegt hótel og þá veit maður aldrei nákvæmlega hvort það virkar á þá sem alltaf að kaupa af manni. Þannig að það svona var, en að öðru leyti gekk þetta rosalega vel og þetta var valið eitt af 25 í hópi athyglisverðustu hótel sem átti að opna á árinu 2014. Það kemur Sunday Times ferðakafur með því blaði einu sinni árið, þá velja þeir alltaf á heimsvísu 25 athyglisverðustu og bestu hótelin. Já. Og við lentum við þessum flokki 13. sæti af athyglisverðustu hótelum og þá, eftir þetta birtist, þá var maður nokkuð viss að við værum á réttri leið. Já. Og það svona styrkti það í stöðinu og enda hefur það sýnt sig síðan að þeir sem gista þeir kunna mjög vel við þess uppsetningu og svona það friður ró yfir svæðinu og þetta byggt hann upp og það hugsað að fólk getur verið þarna allavega í 5 daga og haft nóg aðferðing í svona 100 kilometra, 130 kilometra radíus í kring Já, talandi afþrengingu, Hreiðar, eru þið að bjóða upp á okkur ferðir fyrir gesti eða ferðamenni eða? Já, en þá þetta bara, við erum í samstarfi við menn bæði með bíla og rútur og alls konar aðþrengingu en þá erum við bara útvega en þegar framlíða stundi þá verður það boðið í pakkaferðum. Já, og hvað erum við þá að tala jöklaferðir eða norðurljósin eða? Það er jöklaferðin og norðurljós og svo hefðbundi Gullfoss og Geysir og Suðurströnd, Víkin og allt þetta, þannig að þetta er allt innan seilingar og þú sér náttúrulega svona alla helstu staði austur að Vík og út á Hellisheiði af efri hæð húsins. Já. Þannig að þú getur spjallað það við gestina á mótnana hvert þeir að fara og þegar þú sér Hekluna og Eyjafjallajökul allt þennan radíus í kringum okkur út á Vestmannaeyjar. Já, það er náttúrulega einstakt útsýni frá hótelinu. Það er einstakt útsýni og hvað telur mikið þessi 6 metra hæð, þegar hún 6 metra hæð frá jörðinni, að það er ótrúlegt Já. Og þannig að þetta er að virka mjög vel og eins er þetta að virka mjög vel inn á hvatahópa greinilega, bæði innlenda og erlenda. Menn að leigja kannski 16 herbyggi í einni grúpu og kaupa svo þjónustu og pottar og sánur og allt þetta. Já. Að þetta er að virka mjög vel. Ég var með hann Hemma Hreiðars í viðtali hjá mér í júlí og þegar að fótboltinn var í fullum gangi. HM og þeir eru með, það er ýmislegt í boði þarna hjá okkur, þeir eru þarna með sýnir náttúrulega boltinn í beinni, er það ekki? Jú. Að sjálfsögðu, það kemur ekkert annað til greina. Ekkert annað, já. Mikið í boði af því, Já, nákvæmlega, og það er hérna stóra flottu salur og hafa meira segja með boltan í beinni hérna úti við, eða ekki? Jó, þá varum við tjald, við erum með svona hellu svæði mikil úti og þar er eitt svæði sem er gert af þessi tjaldi og veitingum og þar vorum við bæði hestamannmót og boltan í sumar, Já, nákvæmlega. Og þarna eru við með heita potta og það eru gufur og eitthvað fleira þarna? Já, og sána og það er sérstök baðhús og þú allir fara í sturtu sem fara í sánur eða heita potta áður en fara í og þetta er sundlaugakerfi í pottunum þannig að þetta er bara sama kerfi með samtrensun og allum tilheyðandi búnaði. Já.
og það kvenna og kallaklefar, þannig að þú getur að fatta skipti og komið í vinnu, eða það komið úr útreiðatúr eða lagsi og farið í bað og fatta skipti og komið inn í sperrifötunum og þetta líka gert þess að fólk ekki fara inn úr pottum inn allt hótel að því erum með fullkomna snirtingar á lóðinu við hliðina pottum og því svæði sko. Nákvæmlega. Þeir eru náttúrulega bjóðu upp á glæsilegan matseðil. Já, það er gert á hlaðborði og svo stökum réttum og hlaðborði langmest notað og það hefur melst mjög vel fyrir og það að koma hópar sem eiga leið hjá bara frá alls konar ferðarsystum og stoppa og taka hádegismat hjá okkur mikið. Já. Og síðan mjög mikið að gera í kvöldverðarhlaðborðinu og svo fólk að droppa inn allan daginn í súpu og annað þínlíkt sko. Já, þarna getur maður bara komið við og fengið sér að borða. Já. Það líka til og það orðið notað heilmikið og það meðal af fólki úr nágrinn, úr Rangvallasýslu sem að koma sem sko af afspurn, þannig að þetta leiðir eitt af öðru og það orðið tiltölulega góð nýting í því bara, sérstaklega á kvöldin. Já, nákvæmlega. Eru þið með eitthvað tilboð í gangi núna, þar sem þeir eru svona tiltölulega nýbúin að opna á Hellu? Ekki akkurat í dag, það búið að vera núna viku tilboð í hlaðborð. Já. Og það hefur verið bara mjög fínt sko, 100-150 manns öll kvöld sko. Glæsilegt. Þannig að það lítur mjög vel út. Hvað eru margir starfsmenn hérna hjá þér núna? Sko, við vorum með 34 í sumar, svo náttúrulega var fækkuðin að það var mikið af því fólk sem var að fara í skóla sko. Þannig að nú erum við komin niður í 16 eða 17 og það verður þetta svona hér á því fram yfir áramótir en erum samt með frílansfólk með sko. Já. Segðu mér hér, hefurðu verið í þessum bransa áður? Já, það er nú bara verið svona viðurlóðandi sko, regnum íbúðarhótel í Kaupmannahöfn, búin að gera það síðan 2007 og síðan var einn sem byggði gesthús á Selfossi á tíma sem var svona smá pröfa af þessum ferðamannarekstri. Já. Og svo náttúrulega búin að láta teikna bæði hótel á Selfossi og Kirkjubæjarklaustri en maður komst alltaf að því þá að þegar maður endur reiknaði, ég tók nú skópurstúk á Selfossi til dæmis, Veirarinn. Já. En þá reiknaði ég einu sinni enn og ég sagði að þetta færi á hausinu áður en árið lifið sko, þannig að maður bara gæfi til að hætta við það sko. Já. Og síðan lét ég teikna reisa hótel við hliðina Bella Center í Kaupmannahöfn 2006 og það var svona, ég var búin að fá það land hjá Norska Olíusjónum alveg hliðina byggingarhöllinni. Já. Og það leit vel út en þeir voru vantrúið dannendið aldrei á hagkerfi hjá okkur og þannig að það fór allt rólega á stað, maður var ekki búin að leggja neitt stórfé í það og síðan kom það sem þeir kallar hrun og sögðu að nú var rétt að býða þessu við og sem nú var gert sko en þannig að maður er búin að vera lengi viðurlóðandi þetta og svona með einum og öðrum hætti og lengi eftir áhugaði og til dæmis eins og þegar þetta koncept fer á stað þá var mann búin að vera að hugsa þetta alveg frá 2006 að gera þetta með einhverjum hættir hvort sem það akkurat svona eins og úrvarð og eins og nafni strekta það eru 8 ár síðan ég valdi það og þetta er latína eða latnist orð og merkir einlega velgengni og það er búið að einlega sanna sig vel bara. Já, nákvæmlega. Þegar að þetta allt saman var að byrja, þá man ég las í fréttum hérna að það var allavega ætlunin að byggja nokkur svona hótel, ekki rétt? Jú, maður ákvað það svona bara eins og þegar menn voru að hringtengja landi með rafmagni og vegum, sko. Já. Að þá, sko, það vantar svona inn í flóruna, mjög mikið úrval af hótelmenn, það vantar inn í flóruna að því talið þetta allt gert í samráði við aðila sem eru í stóra bókunaviði og stofur sem eru að gefa svo út þess að í rannsóknum á karvanti hótel og stærðir og þar fram eftir og þá er hugmyndin 10 hótel þegar tengja hringinn og það fer náttúrulega bara eftir í hvernig kaupin gerast að öðrinni, túrismin og því að við stílum ekki inn á það að fara að taka af kökunni sem fyrir við erum að markaðsetja fyrst og fremst á Englandinu og í Noregi. Já. Og það er svona verið að stefna á, við erum að vinna því núna að koma á beinu leiguflugi frá Suður-Englandi og beint á Keflavík og sem að fólk sér svo tekið þaðan og beint á Hellu verið með í 5. og svo kemur næstu hópur og hinn fer út og þessu verið að vinna á fullu kraft þannig við erum bara að stækka kökuna sem kemur landsins svo fyrst og fremst erum við að markaðsetja Suðurland núna. Akkurat. Og ef einhver annar vil búa annar staðar á þessu hótel þá velur hann bara næsta hótel við hliðina því að það er kannski hótel eða hann vil vera einhver annar staðar en við erum að markaðsetja þetta svæði síðan verður haldið áfram í því og austur á Orustöðum sem verður mest í áfangastaður.
Já, við Kirkjubæðarklaustur. Hvað séru? Við Kirkjubæðarklaustur. Já, 40, cirka, já, það er rétt fyrir stand Fossála, Fossá síðu. Já. Það er cirka 40 km frá klaustri. Það er sunnan við hraunið og það er svona náttúruperla. Það sem sér hvort í ljós eða bíla eða neitt. Það er að leggja 4,7 km langa veg. Já. Og þá er þetta, og svo í landi alveg suður í sjó, sko, þannig að þetta er algjör draumastaður fyrir ferðamenn sem í þessum flokki að þeir eru ekki að byggja hraða eða læti eða vera alltaf í stöðum ferðum heldur að búa á hótelu og fara í stuttaferðir í kringa hvort sem það er labbandi eða hestum eða bara hver velur eftir sínu nefir umvölega. Já, já. Og svo haldið þið bara áfram hringin eða? Og næst er það svo á Húsavík. Þetta er allt þetta mælningum en síðan þar er almesta pressan er semst við Skaftafellssvæðinu og þar fyrir vestan og svo aftur á Húsavík og Mývatn. Þetta er glæsilegt. Og þannig standa leikarnir sko, síðan er náttúrulega í það sem þarf að gerast ef þetta á að halda áfram að gera út á ferðamenn sem stæðst atvinnuveginn og það er að hefja flug frá Egilsstaðaflugvelli og inn á Evrópu. Já. Því að það er fartegum öllum flogið fyrst í vestur sko, eins og frá Skandinavíu þá flogið á Reykjanesið og svo eru keyrðir með bílum í austur og síðan keyrða þeir aftur í vestur til þess að geta flogið aftur í austur sko. Já, já. Og austfirðingum er boðið upp á það að fljúa til Reykjavíkur til í vestur og fljúa svo í austur til Skandinavíu sko, þannig að þetta er sko international völlur á Egilsstöðum, hann er tilbúinn sjálfur sem vantar svona infrastruktúr, sjúkralið og slökkulið og þess áttar, en þá er þetta búið og þetta er allt til staðar en það vantar fleiri stór hótelar í kring svo að sé raunverulegur möguleiki að hefja áætlanir og leiguflugvanga. Já, algjörlega. En þá hefst alveg ný saga líka, þá getur þú flogið inn á Egilsstaði, farið suðurströnd út í gegnum Keflavík. Já. Og ef einhvern tíma sem vonum að gerist aldrei myndi skekjast landið, hérna suðvesturhornið, þá náttúrulega þá er ekki flugvöldu tilbúin til að taka við svona rosalegum fjöldamanns ef að lokast þessi eina tenging sem er sko almennileg tenging við landið þar að segja Reykjanesi. Akkurat. Þannig að það er heilmikið ævintýri framöndan. Heilmikið ævintýri framöndan og gaman að því sko. Algjörlega. Og það er hægt að fara inn á straktahotels.is. Já. Og skoða þetta glæsilega hótel hérna á Hellu til dæmis. Þetta er alveg stór glæsilegt. Já, takk fyrir það og þetta verðist virka því að það er engar aðfinnslur á þetta frá þeim sem eru að búa sko. Þannig að og það er besti mælikvarðinn og síðan erum við búin að vera svo heppnir að fá algjört úrvals starffólk í öllum stöðum og það er ekki sjálfgefið á fyrsta ári. Nei, það er náttúrulega það sem skiptir mestu máli, það er starfsfólkið. Já, það skiptir alveg öllum máli eins og Sólborg sem er hótelstjórinn alltaf með 30 og 30 ára reynslu því algjör afburðamanneskja og allt sem hún hefur ráðið í kringu sig. Já, þetta er glæsilegt. Hreiðar Hermannsson, takk hérlega fyrir spjallið og straktahotels.is hvetjum alla til þess að skoða þetta glæsilega hótel og kíkja á ykkur. Takk fyrir það kærlega. Og við verðum nánar í sambandi. Við verðum það. Takk fyrir spjallið. Jó, takk.